Komið sæl aftur, þetta föstudagsþáttur en fjögurra helgar þátturinn. Venju samkvæmt á þessum árstíma, þá skjóta upp kollinum umgangspestir. En hvað hægt að gera við því, spyrja sjálfsagt margir og hingað komin Björg Ólafsdóttir, hún læknir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Ég sagði umgangspestir, þær eru nokkrar, það ekki sem að grassera, það ekki bara ein pest? Yfir vetrartímann þá erum við að berjast við fjölmargar veirupestir og fólk og fjölskyldur finnur það sannarlega í eigin skinni. Það eru þessar dæmigerðu kvefpestir, það eru allnokkrar veirur sem geta valdið þeim og svona meðal leikskólabarn getur fengið 10 til 12 slíkar pestir á vetri, fullorðnir kannski 4 cirka. Það er einnig magapestir sem ganga og við fáum oft fréttir af því sérstaklega þegar þær leggjast á sjúkrastofnanirnar. Og svo inflúensan. Þessi fræga, sem sem sagt árlegur faraldur og við fáum fréttir af henni bara þessa dagana, ítrekkað. Það ekki staðfest smit og Akureyri eftir því sem ég best veit, en allnokkrir sem hafa einkenni sannfærandi pestina, sko. Þannig að hún svona einhvers staðar á leiðinni, bara upp á Holtavörðuheiði einhvers staðar? Hún komin á Siglufjörð, veit ég, sko. Nei, ég alveg viss sem hún komin, sko. Staðfestingin í rauninni, þessi greiningin, hún ekkert gerð hjá öllum þeim sem fá veikina. Oftast það þá þeir sem þurfa að leggjast inn á sjúkrahús vegna veikinda. Hvaða hópar eru svona viðkvæmastir? Sko, inflúensan, hún leggst illa á fólk sem á við langvinna sjúkdóma að stríða, þú veist. Fólk á öllum aldri sem á við langvinna sjúkdóma að stríða, þú veist. Langvinna lungnasjúkdóma, langtíma hjartasjúkdóma, langtíma nýrnasjúkdóma, lifrarsjúkdóma, hvers kyns langvinna sjúkdóma. Sykursýki til dæmis af því að fólk getur verið ónæmisspælt að hluta þegar það hefur sykursýki. Aldraðir, sérstaklega, eru viðkvæmir og svo pínleikli börnin. Og hvað til ráða svona til þess að, hugsanlega komi í veg fyrir að maður fái pestina? Sko, þetta eiginlega, sko, hvað getur maður sagt, maður getur nálgast á tvennan hátt. Annars vegar það hvernig hver og einn getur reynt að vernda sig gegn pestinni. Og það náttúrulega kannski fyrst að nefna bólusetninguna. En það bólusetning árlega við inflúensu. Og bóluefni sem sem sagt útbúið af ákveðinni nefnd sem kemur saman ræðmálin og ákveður hvaða samsetningu á bóluefnið þetta árið. Það sem sagt auglýst árlega hérna á heilsugæslunni og bara alls staðar á landinu þegar bóluefni komið og fólk hvatt til þess að mæta. Og þeir sem eiga absolutt að mæta eru aldraðir. Allir þeir sem ég minntist á áðan, sem sagt þeir sem hafa einhvers konar langvinna sjúkdóma eða geta talist á einhvern hátt verið sem sagt útsettir fyrir slæmum veikindum. Eða sem sagt verið í sérstaklega hættu að veikjast við inflúensunni. Og svo þungaða konur. Þeir eiga að mæta í bólusetningu. Svo það aðrir þættir, sko, þú veist hvað getur hver og einn gert til að koma í veg fyrir flensuna og þá verður maður eiginlega að hugsa það, sko, hvernig hún smitast og þetta veirusjúkdómur og hún smitast með úðasmiti, sem sagt bara auðvitað líka snertismiti, augljóslega, en þetta einn af þessum sjúkdómum sem smitast, þú veist, ef ég hnerra og ég flensusmituð, þá eftir örskamma stund herbergið fullt af veirum, sko. Þannig að án þess að ætla að loka sig inn í herbergi, sko, þá getur til dæmis verið kurteisi að hnerra í klút eða í klæðin, sko. Ekki endilega í hendurnar af því að svo tekur hendurnar og opnar hurðir og sturtar niður klósett og gerir ýmislegt. Eða nota klúta og henda svo klútunum. Bara svona almennt hreinlæti, þú veist, að vera duglegur með handþvott og handsprit. Og ef að þú veikist að sýna öðrum tillitssemi og vera heima, það talaðum alveg í 2 daga eftir út á hann frískur, sko. Af því að þú í rauninni dreifir veirunni áfram þó að þú sért búin að sigrast á veikindunum sjálfur. Og veitu hvert erum komið? Já, þess að vera heima nægilega lengi og þeir sem að annast sem sagt veika, til dæmis foreldrar sem annast veik börn og svoleiðis, þá bara setja sérstaklega mikinn fókus á hreinlætið og að vera kannski í svona öruggri fjarlægð, 2 metra fjarlægð, vera ekki alltaf að hnoðast ofan í fólki, sko. En það ekki einmitt bara mjög algengt að fólk fer aftur til þess til vinnu of snemma þá? Ég held að það sé mjög algengt. Og ég held að það sé svolítið íslenskt, sko. Þú ert ekkert frá vinnu, sko. Nei. Ég held að fólk fari gjarnan of snemma og þá slær þið niður. Maður sér það oft. Fólk veikt, það búið að ná sér, heima heitalust 1 dag, fer í vinnuna og rýkur upp aftur. En hvað með til dæmis svona klæða sig vel og svo framvegis, skiptir það einhverju máli? Þetta gera það. Sko,
það verður engin veikur af kuldanum einum saman, sko, þú fær ekki smitsjúkdóma af kuldanum, en við vitum til dæmis að sko slímhúðir eru viðkvæmari og svo náttúrulega bara má ekki slá að þér. Þannig að það er gott að vera í góðum fötum, vel klæddur í veðrinu, renna upp úlpunni og svona. En svona það sem að þú ert í raun og veru að segja, það bara að fara vel með sig og svona hugsa svolítið. Hugsa skynsamlega. Auðvitað getum við farið alla leið. Þú veist, það til þess að vera, það geta allir fengið inflúensu. Fullorðnir, þeir fá inflúensu kannski á 10-15 ára fresti. Þeir fá hann ekkert oftar, sko. Krakkarnir fá hana þéttar og þetta snýr á okkur ónæmisvar og svolítið flókin líffræði, en ef þú ert óheppinn, þá færðu hann oftar. Fólki bregður gjarnan þegar smitast inflúensu, af því að þetta eru annars konar veikindi en þessi dæmigerða kvefpest. Þessi dæmigerða kvefpest með miklum nafstíflum, horrensli, þreytu í augunum, léttum höfuðverk, þú veist sem lekur niður og þú byrjar að pósta upp slím og ert svona ómögulegur, en ekkert endilega með háan hita eða beinverki. Þetta þekki allir. Og svo gerist það allt í einu og það er eins og þú hafi bara verið lamin í hausinn, sko. Þetta kemur mjög hratt, fólk ríkur upp í hita með miklum beinverkjum, hrolli og köldu, gjarnar sárir bein- og vöðvaverkir, höfuðverkur. Það fylgir og maður heyrir það núna ef fólk har fått aldrei mikið að ljótum hósta, það er svolítið misjafnt. Og því líður ómögulega, sko. Þannig að læknirinn, hann í raun og veru jafn mikil hættu eins og dagskrárgerðarmaðurinn. Að sjálfsögðu, algjörlega. Nema það ég á náttúrulega sprauta mig, sko. Ég fór líka í Já, þú gerði það líka, já. Og svo bara í grunninn, þú veist, þetta venjulega, þú veist, manneskja sem að reynir að lifa sæmilega heilbrigðu lífi. Hún reykir ekki, hún hreyfir sig reglulega, hún borðar hollan og fjölbreyttan mat og svona reynir að haga sér flesta daga vel. Þú veist, hún er vonandi eða líklega betur til þess fallin að takast á við erfiðar umgangspestir heldur en þeir sem að eru með langvinni sjúkdóma. Látum þetta vera loka orðin í þessum föstudagsþætti N4. Björk Ólafsdóttir, læknir hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, þakka þér kærlega fyrir og ykkur þökkum við fyrir áhorfið, verið sæl.